Ég ætla að gera svo djarfur að fara yfir Hvilftarskólalexíuna í dag. Þannig að ef þú hefur ekki lesið hana, þá færðu tækifæri til að lesa hana núna. Og svo getið rætt hana á eftir. Við erum stödd í Opinberunarbókinni og þar eru svokallaðar hliðstæður til þess að segja frá aðalefni 12. kafla Opinberunarbókarinnar. Og þessi 12. kafli, hann er vatnaskil í Opinberunarbókinni, því hann er inngangur að köflunum 13 til 19. Við ætlum nú ekki að fara yfir þetta allt saman að sjálfsögðu, en við skulum sjá hvað við getum. Það sem við uppgötum, fór vitlausa leið. Af hverju er ég að þessu? Hérna mætum við konu sem er klædd í sólinni. Og síðan koma atburðir hver af öðrum. Drekinn hann gerir uppreisn á himnum og tekur með sér 1/3 af englunum. Hann ræðst á sveinbarni Mikael þegar hann er nýfæddur og söfnuður Mikaels, hann flýr út á eyðimörkina í 1260 daga og Mikael hann sigrar Satan bæði á jörðu og himni þannig að hann getur hent honum út. Þetta eru kallaðar hliðstæður. Þessi fer áfram en þessi hliðstæða fer aftur á bak. Hér mætum við leifunum sem sigra á jörðu fyrir blóð lambsins og þeir þurfa að flýja á eyðimörkina og drekinn ræðst á leifarnar heiftarlega og hann nemur staðar á sandinum við sjóinn til þess að kalla upp liðsmenn sína. En takt eftir því að þeir sem að lifa þegar Jesús kemur aftur, að það eru þeir sem hafa sigrað fyrir blóð lambsins, þar segja friðþægingu Jesú Krists. Það komið svolítið auðveldari mynd af þessu sama og hérna sjáum við hana. Hérna er konan klædd í sólinni og tunglið undir fótum hennar. Hér sjáum við þennan dreka sem heitir hinn gamli höggormur, djöfull og Satan. Svo sjáum við sveinbarni sem fæðist og hann er tekinn upp að hásæti Guðs og mun stjórna heiminum með járnsprota. Og þá er það að konan flýr út á eyðimörkina, eins og sagt er, og er þar í 1260 ár. En svo eignast konan leifar nokkurs konar afgang sem eru líka kallaðir hinir aðrir af hennar ætt. Og þá hefst tími endalokana samkvæmt Biblíunni upp úr 1798. En þið sjáið að 12. kaflinn er mjög einfaldur. Og hér er sagt að það birtist mikið tákn á himni og konan er klædd sólinni. Samkvæmt Malaki er það fagnaðarerindi og tunglið undir fótum hennar er Biblían og á höfði hennar var kóróna af 12 stjörnum og það er sami sigursveigurinn sem Páll talar að hann hafi fengið. Og hún verður þunguð og hljóðaði jóðsótt með hörðum þýðum.
Og svo segir að hún hafi fætt sveinbarn sem stjórna með öllum þjóðum með járnsprota. En áður en að það gerist, þá stillir drekinn sér upp fyrir framan konuna sem komin var að því að fæða til þess að gleypa barn hennar þá hún hafði fætt. Og þetta auðvitað ofsóknir Heródesar á höndum börnum frá 1 til 2 ára aldri. Og það veit enginn hversu margir dóu, en þeir voru mjög margir. En hvernig leitur þetta svona? En svo segir þetta barn að það hafi verið hrifið til Guðs og til hásætis hans. Þannig að það engin vafi á því að þetta barn sem að söfnuðurinn fæðir Jesús Kristur. Ef við förum aftur á bak, að þá reyndi djöfullinn að deyða Jesú nýfæddan. Konan fæðir barn sem stjórna öllum þjóðum og en konan mun að lokum sigra fyrir Jesú Krist. Og það ekkert barn í þessum heimi sem hefur stigið upp til hásætis Guðs nema Kristur sjálfur. En svo birtist þessi ógeðslegi dreki og honum tekst að hirða með sér 1/3 af stjörnum himinsins. Og það sagt að hann noti til þess halan, en hali á sporðdreka í Biblíunni merkir falsspámaður. En þetta hafði það í för með sér að drekanum var varpað niður af himni og hann heitir höggormurinn úr Eden, djöfull og Satan. Og þannig að það fer ekkert á milli mála hver þessi dreki ritningin hún útskýrir það sjálf. Og þegar ég búinn að flytja þetta, þá myndi taka eftir því að það ekkert sem að ég segi frá sjálfum mér. En þá það konan flýr út á eyðimörk sem að Guð hefur búið henni og hún þar í 1260 daga, það að segja 1260 ár. Og hér sérðu mynd af konu og þessi mynd hluti af æðislega fallegu listaverki eftir húgenotta sem voru mótmælendur, kalvínistar og þurftu að flýja Frakkland og Sviss til Suður-Afríku. Og þessir húgenottar, þeir vissu að þeir væru konan. Það var ekki neitt vafi þeirra huga að þeir væri þessi sérstaka kona. Og takt eftir því að hér konan að losa sig við hlekki kaþólsku kirkjunnar og hún með Biblíuna hér í hægri hönd og þetta undirstaða trúar húgenotta þegar þeir flýja meðal annars til Suður-Afríku. Og orðið húgenotti þýðir svarbræður. Það að segja bræður sem að höfðu með eiði lofað hvor öðrum og konu líka að standa við þann sáttmála sem að þau hefðu gjört við Jesú Krist. Og eins og ég sagði áðan að húgenottarnir, þeir vissu á grundvelli Biblíunnar að þeir væru hluti af þessari konu sem þurfti að flýja á óbyggða staði. Og húgenottarnir, þeir voru hataðir, vægast sagt af kaþólsku kirkjunni. Hér þeim boðið til brúðkaups 18. ágúst
1752 og 24. ágúst þá eru kaþólikkarnir búin að safna liði og ákveða að myrða eins marga húgenotta eins og hægt var. Gríðarlegu fjöldi af þeim var komin til Parísar til þess að vera viðstaddir brúðkaupið og þessi aðalsmaður hérna, Kasparat, var leiðtogi húgenottana. Hér er verið að henda honum út glugga, hann er síðan tekinn af lífi. Og hér er Katarína sem stóð fyrir þessu öllu, en hún var mamma brúðarinnar og mamma konungsins. Og menn er ekki eitt sáttir hvað margir dóu, en ekki minna en 5.000 og sumir fara upp í 30.000. Ofsóknirnar stóðu yfir í nokkra vikur og heiftin var alveg svakaleg. Og þessi mynd sem þið sjáu hérna, hún er raunsönn af því sem gerðist. Og húgenottar hafa reist þennan minnisvarða í Franschhoek í Suður-Afríku. Og við Ásta höfum fengið að standa við þennan minnisvarða. Hann er alveg ofboðslega flottur. Og húgenottarnir hafa reist þennan minnisvarða til þess að gleyma ekki sinn eigin sögu. Hérna efst uppi er kross. Hér hefur réttlætið sólina sem konan er klædd í. Bogarnir 3 tákna föðurinn, soninn og heilagan anda. Og svo hefur konuna í Opinberunarbókinni 12 sem hefur flúið á óbyggðan stað. Það voru engir svertingar þarna þegar þeir komu. Þeir komu seinna til þess að fá vinnu. Og þeir sigldu á skipi og hérna sérðu að, við fyrirgefið, einhver klauf í dag. Hér er Biblían, hér er rokkurinn sem táknar iðnað og hörpunar sem táknar listir og bókmyndir og svo hefur kornbundin og svo hefur vínberinn og hér er skipið sem þeir sigldu á. Þannig að þeir ætluðu sér að stofna gott ríki þarna. Og þessi latnesku orð þarna, post, tenebras, lux, þýða einfaldlega á eftir myrkrið kemur ljós. En þarna vissu þeir að þeir væru söfnuður Guðs og að þeir væru konan á eyðimörkinni sem Guð myndi vernda. En þá vendum við kvæðið okkar í kross. Þetta eru separatistar, svokallaðir aðskilnaðarsinnar í Bretlandi, sem vildu ekki hlýða móðurkirkjunni. Og þeir notuðu mjög góða biblíu sem heitir Genfarbiblían. Mjög vel þýdd, meira að segja Shakespeare stal orðum í gæsalöppum eða lánaði orð og setningar úr þessari biblíu. Hún var svo vel þýdd. Og fleiri stórskáld eins og John Milton. En hérna eru þeir í borð í Speedwell 1620 og hér höfum við William Brewster með biblíuna, Genfarbiblíuna og Carnarvon og hérna John Robinson og Bradford og Miles. En allir þessir voru búin að kaupa 2 skip til þess að fara yfir hafið á. Þetta heitir Speedwell eins og getur séð hérna neðst. En það lag svo mikið að þeir eru að snúa við á því skipi og keyptu sér þessna Mayflower. En hér eru þeir að leggja af stað frá Delfs í
Þýskalandi, Hollandi, frá Rotterdam í raun og veru. Og það er John Mattisson sem krýpur þarna á ströndinni til þess að biðja þeim fararheill. Hann ákvað sjálfur að fara ekki með, enda dó hann bara 4 árum eftir að pílagrímarnir fóru. Hann hefur verið eitthvað lasburða. Og þá er komið í nýja heiminn og það sem er svo athyglisvert við þessa menn, það er svo margt hægt að segja þá. Hér eru þeir borð í Mayflower og þeir gera með sér samning. Og hver heldur að samningunni sé? Það fær enginn að fara í land án þess að skrifa undir að hér mun enginn drottna yfir samvisku annars. Hver og einn les Biblíuna eins og hann skilur hana og þjónar Guði samkvæmt sinni eigin samvisku. Og þessi hugsun, hún verður undirstaða að mannréttinda yfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna. Reyndar Sameinuðu þjóðanna, en auðvitað Bandaríkjanna þar á undan. Og það voru nokkur fylki sem ekki skrifuðu undir nýju stjórnarskrána fyrr en samviskufrelsið hafði verið bætt við í réttindaskrá Bandaríkjanna, the Bill of Rights. Og þetta, vinir, er hornsteinn alls lýðræðis. Atkvæðagreiðsla, hún er ekki lýðræði út af fyrir sig. Lýðræði er grundvallað á samviskufrelsi, á þrískiptingu valds og heiðarlegum kosningum og stjórnarskrá sem bindur réttindi allra einnig minni hópa. Hér skrifa þeir undir þetta áður en farið er í land. Indíánarnir hjálpuðu þeim að ná sér í mat. Og þannig verður Thanksgiving til, þakkargjörðarhátíðin. Ég veit ekki af hverju við höldum hana hér á Íslandi nema af því að við fáum góðan mat. En við flestir hafa ekki hugmyndum uppruna hátíðarinnar. Þau ætluðu að sigla yfir í júlí en það seinkaði vegna leka í Speedwell og þá fóru þau bara á Mayflower og fóru ekki fyrir í september og það var hávetur þegar komið til Ameríku. Og það eru indíánarnir sem bjarga þeim í gegnum veturinn með því að gefa þeim mat. Árið eftir halda pílagrímarnir þakkargjörðarhátíð sem að kaninn heldur enn þann dag í dag, þó að sennilega fæstir viti út af hverju. Já, þá er það þetta blessaða dýr sem að kemur upp af hafinu og það er svolítið ógeðslegt á að horfa. En takt eftir því að það er parduskrokkurinn sem er mest áberandi og pardusinn í Daniel 7 er gríska heimsveldið og það sem að gríska heimsveldið skildi eftir fyrst og fremst er svokallaður hellenismi. Það er hægt að segja heilmikið um það. Þetta hugtak er reyndar ekki notað fyrir á endurreisnarhreyfingunni á 16. öld, en það merkir það að maðurinn er tvíeðlis. Þú átt líkama og þú átt sál. Líkaminn er vondur og sekur fyrir allt sem þú gerir, en sálin þín er hrein. Og þegar þú deyrð, þá hverfur hún úr líkamannum og sameinast alheims sálinni. Ég vissum að aldrei talað um jóga. En það er það sama. Þín litla sál, Atman, hún fer í dásvefn
til þess að sameinast Brahman, alheimssálinni. Þetta eins hreinn spiritismi eins og hann getur orðið. Og þetta dýr með 10 horn og 7 höfuð og hér dýrinu lýst í öfugri röð miðað við það sem stendur í Daniel 7. Það eins og farið aftur og bak í söguna. En hér Satan, ég orða það þannig, búinn að safna allir í sinni reynslu frá liðnum tíma í þetta dýr sem hann ætlar að nota. Og þá komum við að nokkuð alvarlegu versi. Drekinn reiddist konunni af því hann gat ekki sigrað hana. Og hann byrjar að heyja stríð við leifar konunnar, hina aðra afkomendur hennar. Þá varðveita boð Guðs og hafa vitnisburð Jesú eða andans bótaskoðana. Og hann nemur staðar á sandinum við sjóinn. Og hér sjáum við þessar leifar. Ég ætla ekki að túlka þetta, þú getur gert það fyrir sjálfa þig. Þessar leifar, þær bera virðingu fyrir allri Biblíunni. Frá 1. Mósebók til 22. kafla Åpenbarabókarinnar. Þessar leifar vita að það trúfesti Jesú Krist allt í dauða á krossi sem þeirra fyrirgefning og réttlæti og upprisa og eilíft líf. Þeir halda boðorðin 10, ekki bara 8. Og boðskapur þeirra boðskapur englanna 3 það að það eigi að tilbiðja Guð sem skapara og halda hvíldardaginn 7. heilagan. Og að Kristus sé sestur í hásæti sitt í dómsal himinsins til þess að verja börn sín gegn ákærendum Satans. Andi spádómsins teljum við vera að finna í ritnum White. En vinir, hvað það sem White segir? Aðeins tvennt sem hún segir í öllum sínum mörgu bókum. Elskið hvert annað og lesið Biblíuna. Hún segir ekkert annað. Elskið hvert annað og lesið Biblíuna. Og nú tækifæri til að lesa Passíusálmana sem eiginlega nokkurs konar Biblía. Og hinn hópurinn, ég fer víst aðeins yfir klukkuna, ég skal vera fljótur. Hinn hópurinn sem berst gegn leifunum drekinn sjálfur, dýrið frá hafinu sem var Pardusinn með öllum sinni grísku heimspeki himnaríki og helvíti og gerð mannsins og hvernig maðurinn frelsast. Og þið hafa eflaust heyrt það að það var Júdas sem frelsaði Jesús með því að framselja hann. Því að með því að framselja Jesú þá myndi Jesú deyja og þá losnaði Jesú úr fangelsi efnisins og sál Jesú yfirgaf líkamann og sameinaðist alheimssálinni. Þetta Júdasar bréf. Og svo það dýri frá jörðinni sem líka kallaður falsspámaðurinn, af því að hann búinn að sætta sig við svo mikið af kenningum frá Pardusnum. Aðeins að fá orðum í 666. Á þessari kórónu stendur ekki 666. Vicarius Filii Dei. En sjáðu hvað stendur hérna. Þetta gjöf til páfans eftir að hann var orðinn óskeikull. Og þetta Belgía sem gefur.
til hins óskeikulega staðgengis Jesú Krist, til hins æðsta valdhafa hins jarneska heims, til föður þjóðanna og konungana. Til einhverju fleiri titlar sem eru aðrir þessum titlum? Þetta eru titlar sem páfinn ber í dag. Og hér sérðu Vicarius Filii Dei. Oblátan og vínið sem presturinn er búinn að breyta í blóð Jesú og líkama hans, það eitt getur fyrirgefið þér. Ég gæti vitnað í danska kirkjusögu þar sem að höfundur segir að Jesús getur enga synd fyrirgefið. Kannski það syndina, en í Biblíunni hún ekki töluð sem synd. Það einungis hinn kaþólski prestur fyrir hina heilögu messufórn sem getur fyrirgefið okkur syndir okkar. Og þess vegna segist hann vera Vicarius Filii Dei, staðgengill sonar Guðs. Hann er búinn að ýta Jesú út í myrkur. Og þetta að finna í gjafabréfi, og það sem svo merkilegt við þetta bréf, þó það sé falskt, að það Pétrus á allri jörðinni sem Vicarius Filii Dei. Og þar stendur þetta á svört og hvítu. Og páfarnir notuðu þetta bréf til þess að auka völd sín svo öldum skipti. Og þetta sá sem uppgötvaði að bréfið var falskt og Voltaire sagði að þetta væri freklegasta svindl sem heimurinn nokkuð tímann fékk að þola. Hér sjáum við, fyrirgefiði, akkur leitar þetta svona? Hér sjáum við leifarnar og hér sjáum við andstæðinga leifanna. Og þar sem að árekstur verður milli annars vegar, færi ekki til að virka, annars vegar milli leifanna og hins vegar milli drekans. Ég veit ekki af hverju það vill ekki hlýða mér. Jæja, það alltaf eitthvað að stríða manni. En þá átti ég bara að ganga að þessu. Sko, hérna höfum við leifarnar og andstæðingar leifanna eru hérna megin. Og þar sem að Og þar sem að þessir mætast, þar sem átök verða milli þessara tveggja hópa, þar verður Harmageddon. Og hefur ekkert með Mið-Austurlönd að gera. Það verður Harmageddon á Íslandi, á Færeyjum, í Noregi, hvar sem þessi hópur og hvar sem þessi hópur ákveður að það geti enginn keypt eða selt nema hann hafi merki Dísins og tölu þess. Þetta svo lítill tími sem maður hefur. Ég fann að stressa. Jæja, hvað það? Húgenottarnir vissu að þeir væru konan á eyðimörkinni. Það vissu líka pílagrimsfeður sem kölluðu sig separatistar. Og hérna hefurðu leifarnar og hérna hefurðu óvin leifanna, andaverur vonskunnar í himingeimnum. Ég ætla að fara hratt yfir það sem eftir Öll þessi kvikindi
Drekinn í 12, pardusinn í 13 og drekinn í 17, þetta er allt sama kvikindið. Og í þessum skrimslum hefur djöfullinn sameinað alla sína reynslu frá liðnum tíma til þess að ráðast gegn börnum Guðs. Og hér sjáum við, ég fatt ekki á hverju þetta virkar svona, já. Hér sjáum við tilurð 7. dýrsins. En það átti að koma 7 dýr áður en að Jesús kæmi aftur. Og 7. dýrið, það byrjaði sem franska stjórnarbyltingin sem að óð áfram 1830, 48 og náði hámarki í 1917. Og svona að lokum, hér eru dýrin 5 frá Daniel 7 og fyrsta er auðvitað Medar og Persar og svo er það Persar og Grikkir, Rómverjar og hið heilaga rómverska keisaradæmi ásamt páfadómi. Og svo kemur 7. dýrið sem að eru Bandaríkin og þau eiga bara að vera stuttan tíma. Hérna eru öll þessi dýr aftur, Babylon, Medar og Persar, Grikkir, Rómverjar, heilaga rómverska keisaradæmi og páfadómur og Sovétríkin og Bandaríkin og svo 8. dýri sem er eitt af þessum 5. Þetta er tekið úr hérna Newsweek. Teljiði hausana á þessu kvikindi. Hvað er að margir hausar á þessu? Þeir skyldu þó ekki vera 7. Og hvað er það sem að hérna kvikindi hefur í klónum? Það eru bankar heimsins sem munu sjá til þess að enginn getur selt eða keypt nema hann hafi ákveðin merki. Já, þessi flotti leiðtogi, gáfaði maður, vel menntaður, hann kom því til leiðar að 7. dýrið, Sovétríkin, hrundu. Þar með varð hann hið 8. dýr, því að 8. dýrið er eitt af þeim 7 og hann vann þetta með 7. dýrinu Bandaríkjunum. Og hér er merkileg fyrirsögn. Nýtt rómverskt heimsveldi. Heiðið og kristið er það sem að Francis óskar sér meira en nokkuð annað. Og hér er bara upprifjun á því fyrsta. Konan, drekinn, fæðir soninn sem fer til himins og konan flýr út á eyðimörk og síðasti söfnuðurinn fær spámann. Já, Jóhannes fékk að sjá Jesú í einu allra helgasta þar sem hann flytur vörn okkar mannana og hann fékk líka að sjá endurkomuna. Ég biðst afsökunar á því að vera komin 10 mínútur yfir en ég veit ekki hvort við viljum enda með sálmi því ráðu því en ég hefði viljað flytja þetta lítið betur en stundum er maður þreyttur. Þakka ykkur fyrir.